Jú, komið sæl. Bent heiti ég, Marinósson og séum þetta streymi hér svona fyrir jólin. Þetta er hluti af þessari jóladagbók gítarskólans og við erum búin að vera með núna vídeo upp á hvern dag. Reyndar að fór eitt vídeo í vaskinn. Það var hérna tæknileg vandamál sem að fóru mjög illa, þannig að það vantar einn dag upp á og ég tók ekki eftir því fyrir en ég hlustaði á upptökuna og sá það var allt í skralli, þannig að það var að spila með taktmæli og staðin fyrir að heyra bara svona eitt klikk, þá kom alltaf klikk, 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 klikk og þannig að það var allt það sem var að spila, það var ekki takti mjög við það. Og það er alls ekki það sem við viljum. En sem sagt í dag þá ætlum við að skoða lagið hérna í Bethlehem. Það er nú vel við hæfi. Þið voru að maður er náttúrulega búin að heyra þetta lag alveg síðan maður var bara peð og pingulítill. En maður hélt alltaf að þetta væri íslenskt lag, en það eru einhvern veginn mikið af lögum frá útlöndum og þetta er þýskt vísnalag frá elstu heimildin á alveg til 1600, þannig þetta er alveg 400 og eitthvað ára gamalt lag og eins og ég segi, maður sagði líka með hérna í gær þegar vorum að skoða Apache nótunar að þá eru hægt að sækja þessa nótur og undirspilið sem verður með þessu lagi á þessari slóð gitarskólinn.is/aukaefni og þá bara skrifa nafn og netfang og vefsíðan sendið bara aðgang að þessu. Þannig að við kannski rennum aðeins í þetta. Þetta lag er líka með svokallum tapnótum og þær hafa kosti og galla. Kostin eru náttúrulega þeir að það er auðvelt fyrir þann sem er skammt kominn að gera sér ljóst kannski hvar eini að spila viðkomandi nótur, en gallin er hins vegar sá að gítarinn er svolítið sérstakt hljóðfæra þýleitunum til að þú getur haft sömu nótu sem er á nótna hálsinum, sem er á nótunum sjálfum, en hún er á mismunandi stað á hljóðfærinu, þannig að til dæmis, ef við tökum til dæmis eins og píanó, þar sem að þú ítir bara á einu nótu og það er bara ein först nóta á nótna bílinu. Það er bara þessi nóta þýðir þessi nóta á píanónu, bing. En til dæmis eins og í okkur á gítar, þá erum við með til dæmis eins og þessa nótu. Þá er það ákveðin nóta hjá á nótnabilinu. Hérna er öðrum á strengnum 2. Nákvæmlega sama nóta. Hérna strengnum 3, nákvæmlega sama nóta. Strengnum 4, nákvæmlega sama nóta. Strengnum 5, nákvæmlega sama nóta. Þannig við getum oft haft sömu nótun á mörgum mismunandi stöðum. Það gerir gítarinn tiltölulega flókið hljóðfæri að spila nótur. Þess vegna eru gítarleikar yfirleitt með lélegir lesarar og meðal annars og tapið gallinn sem sett við það er það að við kannski festum okkur í það ákveðnar fingersetningar að við erum að spila eins og til dæmis þetta lag, að þegar ég skrifa tapið af þessu þá er ég að hugsa nemenda sem er kominn stutt og hann kann kannski bara nótuna sem er í þessari fingrastöðu, þannig að þá er með opnustreng hérna svona, en ég myndi sjálfur kannski spila það svona af því mér finnst það fallegra
og þarna bara smekkur og allt það, þannig að ef við förum bara eftir tapinu þá erum við först í smekk einhvers annars sem eða þegar að nemandinn er kannski komið lengra þá verður kannski færan yfir á annan stað á hálsinum eða prófa mismunandi hluti og reyna að höfða til smekks viðkomandi. En þetta lag ég hvað svo sem að segja það, en eins og ég skrifa þetta upp þá er þetta skrifað upp tvisvarsinnum, við spilum lagið tvisvarsinnum í gegn og í fyrra skipti þá erum við að spila taka þetta hérna þá erum við að taka laglínunni á þessu bili, svo förum við hingað upp á 10. band og klárum lagið þar, þannig að þú getur svo sem alveg ráðið hvort þú vilt taka bæði niðri, bæði uppi eða niðri, uppi, niðri, hvernig sem þú vilt. Bara skrifa þetta svona upp til þess að hægt að leika sér aðeins með þetta. En kýlum bara á þetta og hún er gaman að ykkur að horfa á svona að henda inn hérna einu læki og kommentum, þannig að við vitum að sé ykkur lífandi hann úti, það sé ekki tala bara í hyldýpið, en gaman að sjá ykkur, eitthvað síður. Herru, við skulum bara kíkja á þetta og eins og á nótunum þá byrjar fyrsta nótan, hún byrjar á slagi 4, þannig að það tali bara 1, 2, 3, 4 sem sagt. Ok, herru, þetta hljómar eitthvað svona. Þetta lag er svolítið sérstakt á mörgu leyti að hvernig talningin kemur inn í þetta og við þurfum eiginlega bara að hlusta á þetta miljón sinnum eða þá, við erum alltaf búin að heyra þetta svo oft að er bara að treysta eigið innsæi með það vera ekkert að flækja eitthvað mikið en það er koma svolítið mikið áherslum á fjórðaslagi og eins og til dæmis hérna þarna kemur sér satt 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 þarna á fjórðan og svo kemur þögn á einum 1 2, 3, 4 aftur og svo byrja lælun eftir hann á 4 þess að 1, 2, 3 og þetta er svo sem ágætt að vera ekkert að hugsa þetta of mikið, heldur bara spila þetta og leira þetta sig svona eftir á og svo má líka alveg grúa sig og ný reseptið nótundar og telja þetta bara út en þetta er svona þokkaleg hljómasúpa í rauninni samt að byrjum að á F svolítið hröð skiptin á hljómunum þannig að byrjum að á C eða F svirkið C7 F svo kemur hérna B D-mól B aftur
og svo CF og C7 og F. Þannig að kannski spila þetta einu sinni enn og hefur kannski hugað þetta með þessi áherslunar, hvernig þær eru að koma á skrýtnum stöðum. Þannig að, og svo ef það eru einhverjar spurningar eða eitthvað, endilega láta það flaka hérna í kommentum eða senda okkur e-mail eða þá á gítarskólinn.is eða þá á Facebook. Takk æðislega. Kekjað, þetta eitt af þessum perlum jólanna og gaman að geta spila þau, þessi lög og hérna mörg af þessum frábæru jólulögum sem að hafa fylgt okkur lengi. Ég var að hugsa þetta á hann með þýska vísnalagið að við höldum einhvern veginn að eins og ég segi, við höldum ofta að þessi lög séu íslensk, sérstaklega þau erum lítil, þá er þetta allt íslenskt, en eins og jólulög undanfarin ára, mikið af þeim eru bara oft ítölsk Eurovisionslög og það er spurning með eins og þetta lag, hvað títill hafi uppalega verið í þessu lagi, hvort að svo við þekkjum þetta í sem Bethlehem en þýst vísnalag, það er spurning hvort þetta sé að tala um vínarsnitsilið þeirra eða bratwurst pilsurnar eða hvað, ég veit það ekki, hesturinn minn eða eitthvað, en þetta er stórskemmtilegt og fallegt lag, en ég vona að það dragi nú ekki úr boðskapnum samt, en mjög fallegur íslenskur texti sem er við þetta lag og hún sé ekki að varpa einhvern skugga á með þessu gríni mínu, en ég ætla ekki að hafa þetta lengri í dag, bara takk hérlega fyrir komuna og takk fyrir að vera með og takk fyrir að taka þátt og ég þakka enn og ný fyrir öll þessi skilabúð og tölvupósta sem við höfum verið að fá og ég ítreka bara enn og aftur að það er að sækja þessa nótur á gítarskólin.is/aukaefni og frábært bara, og ef það er eitthvað spurningar endilega skjóta á okkur línu, en þangað til næst, takk fyrir í dag.